Alla leiddist. Þeir tóku sér því fyrir hendur að athuga heiminn í kringum sig. Skemmtilegast fannst þeim að horfa hátt upp í himininn fyrir ofan engið. Nú það tæknin sem allsráðandi, Alli. Allt flýgur. Ég flaug nú fyrst þegar þú hrinti mér að Freyjubránni, manstu? Við erum sennilega síðastir allra til að fljúga. En hvað með mig? Tísti einhverjum rétt hjá þeim. Ekki flýg ég heldur. Það fundust Snúlla og Alla góð tíðindi. En frænka mín Leðurblaka flýgur alveg prýðilega, sagði Lísla. Hún ætlar að kenna mér það. Snúlli og Alli létu sig músina engu skipta og horfðu hugsandi á skýin. Hérna Lirfa. Hún kann áreiðanlega ekki að fljúga. Ekki enn, kæru vinir, en þegar ég orðin að fiðrildi skýt ég ykkur heldur betur réða fyrir rass. Enda með því að við verðum þeir einu hér sem erum eins og fornaldar fyrirbrigði á enginu. Þeir sáu að við svo búið mátti ekki standa. Alli útvegaði uppdrátt að loftfari. Snúlli tók húsið að baki og Alli dældi. Hann var svo ákafur að Snúlli missti næstum húsið sitt. Láttu húsið mitt í friði. Blástu bara undir húna þína. Alli samþykkti það því hann langaði svo mikið til að fljúga. Alli gerðist uppfinningamaður. Að nokkrum dögum liðnum sýndi hann Snúlla uppfinningu sína. Hafi ég reiknað rétt, áttu að taka á loft á enda brautarinnar. Hann ýtti fast á Snúlla til að koma honum með meiri hraða. Ég ímyndaði mér að væri mun þægilegra að fljúga. Þetta gengur ekki svona. Við verðum að fara öðruvísi að. Reynum aftur. Og báðir vinirnir söguðu, hefluðu, slípuðu, rendu, meitluðu, styttu, lengdu og lökkuðu. Þar til að fyrir fram að þá stóð alvöru þyrla. Alveg nákvæmlega eins og þyrlur eiga lít út. Alli tók fjöðrina úr vekjaraklukkunni og kallaði ákafur. Af stað! En ekkert fór af stað nema skrúfan og hún flaug hærra og hærra þar til hún náði biðukolli á túnfíflinu. Þar hamaðist hún öllum til mikillar undrunar og biðukollan teyttist upp eins og loftsiglingamæður í gömlu ævintýrunum. Loftbelgur. Hann gæti bjargað okkur. Já, akkur datt mér það ekki í hug fyrir. Nei, þar brást þér bogalisti. Og þeir eru að byrja alveg upp á nýtt. Þeir lögðu hart að sér við smíðarnar og létu sig dreyma öll þau framandi lönd sem þeir fengi að sjá. Þeir hömuðust alla vikuna.
og næst þegar vindáttin var hagstæð voru þeir tilbúnir til flugs. Þeir tóku með sér saft, athuguðu hvort allt væri í lagi og upp þutu þeir. Við fljúum! Við fljúum, hrópuðu þeir báðir í kór og trúðu varla sjálfur að það gæti verið satt. Þeir veifuðu glaðlega til míslu og lirfunnar og þið megið trúa því að hefði vindurinn ekki peykt biðukollunum væru þeir enn á flugi.